þetta Sari Unique, ekki bara tunglið. Jæja, góðan daginn. Nú kominn nýr dagur. Klukkan að dætti 12. Ég stenglendi myndavélinni heima. Við vöknuðum klukkan... Hvað vöknuðum við? Við vöknuðum klukkan... 8 í morgun. Þá fórum við á fætur. Við verðum að pína litla strákinn í að vakna og honum finnst svo gott að sofa. Hann alveg eins og pabbi sinn, finnst gott að núlla í hausinn sinn. Já, við fórum í 5 daga skoðun. Það hefði komið 5 dagar síðan að litli strákurinn kom í heiminn og í 5 daga skoðuninni þá var tjekkað á heyrninni og hann heyri bara rosa vel samkvæmt þeirra mælingum og sem ótrúlega gott það léttir aðeins á manni að vita því. Svo fór hann í svona meira tjekka og verið að skoða mjaðmirnar og eitthvað svona meira tjekk bara og miðað við það sem læknirinn sagði svo skoðaði barnið strákinn okkar var að hann bara fullkominn eins og hann sagði og hann sagði að það væri ótrúlega gaman að fá barn sem væri ekkert að og hann sagði að það væri rosa langt síðan að hann hafi skoðað barn sem væri ekkert að þannig að við vorum kannski í heildina voru 5 mínútur, 10 mínútur þarna inni og mesti tími var bara svona ef maður útskýrði það þá tók mesta tíman að taka hann úr fötunum og setja aftur í fötin. Já, læknirinn var ótrúlega ánægður með hann og hann búinn að þyngjast og bara gengur ótrúlega vel með litla snáða. Og núna ég bara í þessum töluðu orðum ég að bakka og ég ætla að henda mér í örstutta æfingu og aðeins að laupa og lyfta og eitthvað og já, þetta verður rosa rólegur dagur þannig að ég held að þetta vídeoblogg verði rosa stutt og bara rólegt en endilega haldið áfram að horfa og bara, já, enn og aftur takk æðislega fyrir áhorfið á seinustu vídeóum það er ótrúlega gaman að sjá hvað eru margir sem eru að horfa á þetta og enn og aftur takk æðislega fyrir öll skilaboðin sem við erum að fá frá ykkur og það er svo erfitt að svara öllum og þetta er svo ótrúlega mikið og svo maður þetta bara ennþá á bleiku skýi bara yfir stráknum. Maður eyðir rosalega miklu tíma bara í að horfa á hann og sem bara, já, hann er bara óbúslega fallegur, óbúslega fullkominn og ljúfur og já, skrítið að segja það sem mér finnst já, ég ætla að orða þetta svona. Ég hef aldrei verið mikið fyrir börn, eða annar manna börn. Þetta eru bara börn fyrir mér. Svo þegar hann kemur í heiminn, þá ég veit það ekki, að foreldrar þið skiljið þetta örugglega. Það er svona, eðlið. Það er svona, maður elskar svo barnið sitt og tilfinningarnar sem maður er að fá og hann er æðislegur og þetta er eins og þegar hann grætur. Hann grætur nú ekkert rosalega mikið en það er alveg, maður fær alveg í hjartað og maður þykir vænt grátið og maður þykir vænt þegar hann eins og það bara þegar hann er búinn að drekka mjólk og fá hann til að ropa. Það er bara, þetta er, ég veit ekki, maður er svona tilfinningabúnt núna og það er bara ótrúlega gaman og mér þykir ótrúlega gaman að fá að vera pabbi, fá að upplifa þetta. Það er ekkert allir sem fá að upplifa þetta og þetta er bara ótrúlega gjöf og ég veit ekki, ég er rosalega heppinn og hamingjusamur og stoltur að fá að upplifa þetta einmitt og
Og einmitt, ef þið eigið börn, þá eigið þið bara að njóta þess að vera með börnunum ykkar. Út af því að ég veit það ekki, þetta er ótrúlegt. Og ég veit ekki, ég er bara bara high on life. Og foreldrar, þið sem eigið börn, þið skiljið þetta, þið sem eigið ekki börn, þið skiljið þetta ekki. Eða, þú veist, ég skildi ekki svona fólk. Út af að ég átti ekki börn og ég var aldrei búinn að fá þessar tilfinningar sem ég er búinn að vera að fá. Og ég veit það ekki, hann er æðislegur. Og ég hefði ekki getað valið betri konu og eignast barn með. Og Anita er búinn að standa sig eins og hetja. Hún er kletturinn minn og þú veist, ég lít ótrúlega upp til hennar. Og ég veit það ekki, hún er ótrúlega góð, fullkomin, æðisleg stelpa. Þannig að ég er óbóðslega bara heppinn. Mér finnst ég vera ótrúlega heppinn að fá að lifa þessu lífi og vera akkurat á þessu stað. Þessi staður í lífi mínu er bara æðislegur, sko. Og plús það, sko, að fá að vera í fríi. Nú, ég er reyndar ennþá í sumarfríi og ég er að fara dett í fæðingarorlof núna í september. Og þetta er bara, þetta er ótrúlegt. Og en burtséð frá því, burtséð frá væmninni, þá ætla ég að fara á æfingu og reyna að vera grimmur þar. Og munið bara að vera hamingjusöm og brosa og finna, þú veist, ef þú átt erfitt, þú veist, finna það sem er gott í kringu þig og, þú veist, láta það, þú veist, leyfa því að heltaka þig út af því að manni líður miklu betur. Það er bara þannig að maður fær bara að njóta þess að vera til og njóta þess að horfa á önnur líf eða sjá eitthvað verkefni sem þú er búinn að vilja gera, þú veist, verða af einhverju. Þannig að þetta er bara, það eru ótrúlega góðir tíma framöndan og já, ég ætla ekki að hafa þetta svona langt hérna inn í bíl. Ég ætla að henda mér á æfingu og við bara sjáumst eftir æfingu, bara núna. Það er stopparalögunni. Herðu, þá var ég stoppar á löggunni og aðal ástæðan fyrir því var að dagljósabúnaðurinn í bílnum mínum er þannig að þegar það er bjart þá er bara smá ljós og þeir voru eitthvað að setja út á það en þú veist, allir bílar eru bara svona og já, þeir bara létu mig fara. En þetta var skemmtilegt, þetta heyri ég. Núna fer maður að gera það sem manni finnst skemmtilegast að gera. Það er að fara að skipta á honum. Hann er samt ennþá hálfsofandi. Ronny er alltaf tilbúinn að fylgjast með. Skulum fara í það. Já. Það er bara svona þessu. Svona þessu. Já, þú ert orðinn svolítið svangur. Já. Þetta er alltaf sund. Þetta er ekki flóknar að þetta. Hann er svolítið svangur. Já, það er verið að færa, hvað er þetta? Þetta er bátur. What the fuck? Hvað er stórt maður? Og hvað svo? Okkur fara er ekki að staða. En
Nú man ég ekki hvað það var að segja. Ja, góðan daginn. Herðu, það breytist aðeins planið. Ljósmyndarinn, við áttum fyrst að fara til hennar. Það breytist aðeins og núna er ég á röltinu niður í banka með Lindskotið. Til hraðbanka, taka aðeins út smá pening og ljósmyndarinn ætlar að koma til okkar. Þannig að það er bara ennþá þægilega og getur gangi að verið róleg. Ef það er rók, minnst ég ásökur um því. Já, en Tóti. Gott. Já, þannig er planið bara. Við sjáumst örugglega bara heim. Þannig er leitt að skila þetta ekki. Ég veit að mamma er ekki hérna. Já, byrju. Ég er bara að taka vídeo. Ó, þetta er mynd, sko. Oh my god. Ertu nokkuð að borða þessum lósunar? Þegar. Skoða þeir. Skrýtur svona fólk, maður skilur það bara ekki. Þetta er svo sætt. Ég veit það. Og sjá. Hættu. Það gerir grín á mér. Nei, ég er bara að horfa þig. Já. Herru, núna er ljósmóðurinn, myndatakan. Nú er ljósmyndarinn búinn að taka myndir í dag. Ljósmóðurinn kom og fór. Gengur rosalega vel. Núna er ég að grilla hérna. Og það er held ég ekkert annað. Erum við að fara að gera eitthvað? Já. Herru, við erum bara að fara að kúra, þannig að ég ætla bara að enda þetta í kvöld. Aðeins að njóta þess að vera með konunni og litla barninu. Þannig að bara takk aðeinslega fyrir áhorfið og sjáumst vonandi á morgun. Takk.